Kaupás lét fjarlægja tímaritið Ísafold úr öllum verslunum sínum í dag. Forráðamenn blaðsins segja að það tengjast umfjöllun Ísafoldar aðkomu bæjarstjórans í Kópavogi að næturklúbbnum Goldfinger. Forstjóri Kaupás segir þetta viðskipta ákvörðun og hótar því að taka öll blöð birting úr sölu. Bæjarstjórinn segir lygar og rangfærslur koma fram í grein Ísafoldar. Það var klukkan 6 í gærkvöldi sem tölvupóstur barst frá Kaupási til Birtingsútgáfufélags Ísafoldar. Þar var tilkynnt að Kaupásverslanirnar sem eru Nóatún, Krónan og 1111 væru hættar að selja Ísafold og starfsmenn Birtings beðnir að sækja blöðin sem fóru í dreifingu í gær. Ritstjóri blaðsins og ábyrgðarmaður feðgarnir Jón Trausti Reynisson og Reynir Traustason sendu frá sér tilkynningu í morgun þar sem þeir segja áhrifamenn ítrekkað hafa reynt með þrýstingi að stöðva útgáfu blaðsins vegna umfjöllunar mansal í Kópavogi og aðkomu bæjarstjórans í Kópavogi að næturklúbbnum Goldfinger. Þegar það hafi ekki gengið beiti stærsta fyrirtæki í Kópavogi bolabrögðum. Í tilkynningunni segir ennfremur að þeir fordæmi þá aðför að prentfrelsi sem felist í aðgerðum verslunarkeðjunnar. Aðstandendur blaðsins stóðu í dag fyrir utan Nóatún í Furugrund og seldu blaðið í lausasölu. Gunnar Birgisson bæjarstjóri í Kópavogi sagðist í samtali við fréttastofu ekki vilja tjá sig svo ómerkilega grein. Hann sagði þó að lygar og rangfærslur væri í greininni og það væri alvarlegt mál að ræna menn mannorðinu á þennan hátt. Lögfræðingar Birtings fara nú yfir málið en að sögn framkvæmdastjóra félagsins Kaupás að brjóta samninga sem eru með 3 mánaða uppsagnarfresti. Jón Helgi Guðmundsson forstjóri Kaupás sagði í samtali við fréttastofu í dag út í hött að tengja ákvörðun fyrirtækisins við greinum mansal í Kópavogi. Hann vildi ekki koma í viðtal en sagði að Kaupás hefði aldrei viljað selja Ísafold og hafi samningur þess efnis verið undirritaður við Birting, þá hafi starfsmaður gert það í heimildaleysi. Ákvörðunin væri viðskiptalegs eðlis, Ísafold væri hilluvermir og Kaupás gæti nýtt sitt hillupláss undir vörur sem seldust betur. Aðspurður hvort önnur tímarit Birtings væri seld í verslunum Kaupás, sagðist Jóni Helga ekki vera kunnugt það en taldi ekki ósennilegt að þeim yrði öllum hent út haldi þetta moldviðri áfram.